Góðan daginn, velkomin á þennan bæjarstjórnarfund númer 545. Í dag 16. janúar og klukkan 5. Mættir eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Bernharður Guðmundsson, Nanni Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir bæjarstjóri, Þorbjörn Halldór Jóhannesson og starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrsta mál á dagskrá Eyrargata 1 á Suðureyri, umsókn endurnýjun og lóðaleigusamning. Tillaga frá fundi 644 hjá Skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 10. janúar 2025 að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðaleigusamning við Eyrargötu 1 á Suðureyri. Orðið er laust. Það var engin beðið um orðið, þannig að þá megi gefa mig merki ef þið eru sammála þessu. Samþykkt með öllum atkvæðum. Það var það annar mál á dagskrá, Aðalgata 29, Suðureyri, umsókn endurnýjun lóðaleigusamnings. Tillaga frá fundi 644 hjá Skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 10. janúar 2025 að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðaleigusamning við Aðalgötu 29 á Suðureyri. Orðið er laust. Það var engin beðið um orðið. Það megi gefa mig merki þegar þessu sammála. Samþykkt með öllum atkvæðum. Það var þriðja mál á dagskrá, gagnaver í Veðrarárdal. Tillaga frá fundi 644 Skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 10. janúar 2025 að bæjarstjórn heimili Birni Davíðssyni að hefja vinnu við deiliskipulag. Heimild landeiganda liggur fyrir. Orðið er laust. Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, undir þessu máli þá langaði mig að útskýra ferilinn aðeins fyrir ykkur. Það er sérst að málinu var frestað á þar síðasta fundi Skipulags- og mannvirkjanefndar af því að það lá ekki fyrir leyfi landeiganda. Þannig að málið er svo tekið fyrir að nýju þar sem að við erum með fyrirliggjandi leyfi. Við heimiluðum og óskuðum eftir að bæjarstjórn myndi heimila að þeir færu í deiliskipulagsvinnu og ástæðan fyrir því að það er hægt er að samkvæmt aðalskipulagi þá er þetta iðnaðarsvæði og þannig að það er ekki gerðar breytingar á aðalskipulagi. Við hins vegar vitum ekki nánar umfang verkefnisins fyrir að deiliskipulag liggur fyrir og eftir að það liggur fyrir þá hefst aðkoma nefndarmanna og bæjarfulltrúa á því hvort að þetta samræmist okkar stefnu eða hugmyndum og einnig verður máli sett í grenndarkynningu fyrir nágranna. Þannig að það eru allir aðilar hagaðilar sem hafa þá aðkomu að samþykkt deiliskipulagsins þegar það liggur fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá megi gefa mig merki ef þeir eru sammála þessu. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum við komin í fjórða mál sem er móttaka flóttamanna 2024. Tillaga frá fundi 484 hjá velferðarnefnd. Fundurinn var haldinn 14. janúar 2025 að bæjarstjórn samþykki þriðja viðauka þjónustusamnings milli félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, Vinnumálastofnunar og Ísafjarðarbæjar samrænda móttöku flóttafólks sem undirritaður var 4. apríl 2024. Orðið er laust. Það var engin beðið um orðið, þannig að þá megi ekki að merkja þeirri sammála þessu. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá voru komin í fundagerðir sem eru verið að laða fram til kynningar. Fyrst er það bæjaráð lögðu fram til kynningar fundagerð nr. 1308 frá fundi bæjaráðs sem fundur var haldinn 7. janúar. Fundagerðin er í 6 liðum. Orðið er laust. Það var engin beðið um orðið, þá er þessi fundagerð lögð fram. Það var það 7. Það er bæjaráð lögðu fram til kynningar fundagerð frá fundi 1309 hjá bæjaráði. Fundurinn var haldinn 13. janúar 2025 og er fundagerðin í 3 liðum. Orðið er laust. Gylfi, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Fyrsta mál á þessari fundagerð var umfjöllun félagsheimilið á Flateyri. Það löng saga þar sem að það var þrautinni þyngra að fá öll skjöl sem að þurfti til þess að hægt væri að sannreyna hvert raunverulegt eignarhald á húsinu væri. Bæjarráð hefur svo lýst því yfir að bærin vilji helst losa sig við húsið og nota mögulegt sölu andvirði þess til þess að halda áfram uppbyggingu í öðrum fasteignum bæjarins í bænum. Það eru til ýmis fordæmi fyrir því hvernig eignarhald á félagsheimilum mjög mismunandi eftir byggðakjörnum og ýmis fordæmi fyrir því hvernig best að koma húsum af þessu tagi fyrir þannig að það nýtist best samfélaginu. Við höfum til dæmis verið á Þingeyri gáfum við hús gegn ákveðum svona greinagerðum fyrirætlanir hvernig það hús skyldi nýtt. Við sitjum uppi með kapelluna í Hnífsdal. Það eru rekstrarsamningar sum af þessum húsum. Félagsheimilið á Flateyri hefur til dæmis ekki verið notað fyrir þorrablóti sem þar, sem stúdungur, það í íþróttahúsinu. Þannig að þetta allt bara svona samtal sem ég held að þurfa að eiga sér stað. Bæjarráð fól bæjarstjóra að tala við bréfritara og reyna að svona bara fá fram þær hugmyndir sem eru í samfélaginu. Það hafa verið aðrar hugmyndir bara þar sem fólk hefur viljað kaupa húsið og okkar vilji að það finnist á þessu góð lausn til framtíðar fyrir Flateyringa. Þannig að húsið nýtist sem best. Ég held að það eru kostir og gallar sem að felast í því að bærin eigi húsnæði. Bærin lokaði eyrunum, Þorbjörn, bærin ekkert svakalega góður eigandi húsa oft á tíðum. Viðhaldi oft sint og illa og það getur oft verið mjög gagnlegt að koma því í hendur annarra, ef ekki að koma því þá hendur einhverja rekstrarfélaga sem að geta þá sint viðhaldi, haft að því tekjur og haft að því svona gleði og gaman að sýsla með húsið og gera það sínu. Það ekki búin að taka neina ákvörðun og ég bara vonast til þess að við fáum sem flest sjónarmið fram áður en að ákvörðun verið tekin. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá þessi fundagerð lögð fram. Það eru komin í 7. mál sem skipulags- og mannvirkjanefnd lögðu fram til kynningar fundagerð frá fundi 644 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundurinn var haldinn 10. janúar 2025 og fundagerðin í 19 liðum. Orðið laust. Nanni, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, hann oft mjög mikið á dagskrá skipulags- og mannvirkjanefndar, stundum miklu meira heldur en á bæjarstjórnarfundum. En þetta var ágætisfundur þar sem við byrjuðum á að fá starfsmenn verkis inn á fundin til þess að fara yfir miðbæjarskipulag, deiluskipulagið. Þau sóttust eftir því að fara í þarfagreiningu, eða það heitir nú reyndar ekki þarfagreining, það heitir valkostagreining á þeim 3 valkostum sem lágu fyrir jól og hefur verið fjallað á Facebook síðum Ísafjarðarbæjar og öðrum stöðum til þess að meta kosti og galla þessara valkosta út frá því hverju við erum að sækjast eftir, sem meðal annars að verja Pollgötu fyrir ágangi sjávar og að búa til svona gott flæði fyrir íbúa milli efri byggðar og eyrar og svo hefur löngum verið óskað eftir því að aðgangur að pollinum verði aukinn fyrir íbúa. Þannig að við samþykktum það að þau geti farið í þá vinnu sem þá partur af vinnu við aðalskipulag og að þá að hálfu greitt af umhverfisskipulagstofnun, afsakið. Einnig ræddum við mikilvægi þess að deiluskipulag miðbæjarins væri í flútti við skipulag hafnarinnar og þarfir hafnarinnar. Þannig að eftir þennan fund þá óskaði ég eftir því að við hafnarstjórn og skipulagsnefnd myndi hittast á sameiginlegum fundi og ræða
þessi mál og sá fundur hefur verið boðaður í næstu viku. Annað á þessum fundi hefur svo sem verið tekið fram hér í fundargerð eða á fundunum, nema við ræddum einnig í sambandi við Tunguskeiði og nýtt deiliskipulag þar sem búið að taka holu og kanna jarðveg og lítur vel út með byggingu á, ef það verður farið að byggja nýtt hverfi norðan, vestan, myndum ekki segja það, vestan núverandi tungukverfis. En þá ræddum við einnig það að taka upp og breyta deiliskipulaginu sem að held ég, það þá norðaustan við núverandi byggð, þar sem gert ráð fyrir iðnaðarhverfi, að breyta því og gera ráð fyrir íbúðabyggð þar. Þannig að það svona það sem helst að frétta af skipulagsnefnd. Takk fyrir þetta, Nanný. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta, Nanný. Ég heldur bara að benda á 15. lið þessa fundagerðar skipulagsmannvirkjanefndar. Nei, fyrirgeðu, 14. lið. Þarna verið að tala 9,9 megavatta virkjun. Þannig að það er bara gríðarlega ánægilegt að það sé að vera virkja þó hún sé ekki stærri en þetta, en það var mjög mikilvægt fyrir Vestfirði að virkjun komist loks á koppinn hér, en ég vildi bara benda á þetta því að þetta svo sjaldgæft hjá okkur og ánægilegt. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá þessi fundagerð lögð fram. Það voru komin í 8. mál sem skóla, íþrótta og tómstundamend. Lögð fram til kynningar fundagerð frá 15. fundi skóla, íþrótta og tómstundanemndar. Fundur var haldinn 18. desember og fundagerð í 4 liðum. Orðið laust. Það var engið beðið orðið, þá var þessi fundagerð lögð fram. Þá var það 9. mál sem fundagerð skóla, íþrótta og tómstundanemndar. Lögð fram til kynningar fundagerð frá 16. fundi skóla, íþrótta og tómstundanemndar. Fundurinn var haldinn 7. janúar og fundagerðin í 1 lið. Orðið laust. Það var engin beðið orðið. Þá var þessi fundagerð lögð fram. Þá var það 10. mál, velferðarnefnd, lögð fram til kynningar fundagerð frá fundi 484 hjá velferðarnefnd. Fundurinn var haldinn 14. janúar 2025 og fundagerðin í 3 liðum. Orðið laust. Það var engin beðið orðið. Þá var þessa fundagerð lögð fram. Þá var dagskráin hjá okkur tæmd og ég slíti þessa fundi.